þegar fyrrverandi ríkisskattstjóri Indriði Þorláksson skrifaði grein á Heimildina að Norðurál hefði aldrei borgað tekjuskatt á Íslandi. Það hefði komið sér hjá því. Ég bara hrökk við vegna þess að því ég mundi nú bara að árið 2013 þá þurfti ríkissjónvarpið að biðja Norðurál afsökunar vegna þess að þá var Norðurál í 7. sæti yfir hæstu tekjuskattsgreiðendur á Íslandi. Þannig ég fór bara og ég fer alltaf inn í ársreikninga þessara stóru fyrirtæki þar sem ég er mestu hagsmuni. Þannig að þegar ég er að setjast og semja við þá þýðir ekkit bullshit við mig. Ég veit nákvæmlega hver er skuldastaðan þeirra, hvert er hlutfall launa af heildarveldu og svo framvegis. En ég skoðaði þetta að frá 2010 þá hafði Norðurál greitt 13 milljarða í tekjuskatt, núvirð 20 milljarða. En þetta var yfir skattstjóri sem bullaði svona, tóma steypu og svo er fólk þarna úti sem er að pikka svona þvælu og trúir þessu. Indriði Þorláksson veit nákvæmlega að þetta var kolrangt. Hann líka sagði að það var lítill hluti eftir íslensku samfélagi. Það er vita mál að það er eða yfir 50% af öllum útflutningstekjum sem verða eftir íslensku samfélagi. Þetta er bara vita. Þetta er bara tölulega staðreyndir. Og það var þetta sem ég var að tala áðan. Hvernig sumar atvinnugreinar eru talaða niður og sko vera að óta almenningi gegn. Þetta er svo ótrúleg þvæla að það næri ykkur tali. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.